Í þessu myndbandi ætla ég að sýna örstutt hvernig á að ganga frá myndum þannig að það sé auðvelt og þægilegt að lesa af þeim. Eins og hér þá erum við með nokkra einstaklinga sem hafa tekið 4 próf og myndin á að sýna á einfaldan hátt hvernig hver og einn stóð sig á prófinu, þannig auðvelt sé að bera það saman við hina sem tóku prófin. Við veljum einfallega bara gögnin sem við ætlum að setja í mynd. Veljum súlurit. Erum hér komin með súlurit. Hér getum við valið útlit. Veljum það sem okkur þykir sýna best gögnin. Hér er ég komin með útlit sem að sýnir tölurnar inn í súlunum. Síðan ef ég vil bæta við þá vil ég alltaf að ásatnir séu hafðir með, eins og hér fyrir hvað standa tölurnar sem eru á hliðunum. Hér eru einkunnir. Hér viljum við hafa nemandi. Hér nemenda og hér sjáum við fyrir hvað hver súla og litur stendur. Hér er sérst hægt að taka burtu til dæmis ef við viljum ekki hafa ákveðna súlur með eða henda út ákveðnum einstaklingum. Hérna getum við valið útlitið eins og áður. Það er hægt að gera það hérna uppi líka. Og hér eru ásatnir. Hér til dæmis er mjög mikilvægt að alltaf séu ásatnir á X og Y-ás, titillinn. Stundum, ekki alltaf, er gott að hafa data labels eða gildin á súlunum og svo er stundum ágætt að hafa data table. Þá sjáum við í raun og veru gildin hér fyrir neðan fyrir hvern og einn einstakling líka. Síðan er hægt að setja inn súlurit sem koma frá hlið. Þau geta oft verið þægilegi samanburði eins og hér. Sjáum við landshlutana. Getum sett hér inn eins og áður gildin á einkunnunum, sjáum fyrir hvað súlurnar standa, setjum alltaf inn gildin á ásónum, setjum eins og hér. Hér erum við að sýna einkunn. Hér erum við með landshlutana. Þarf ekki mikið að gera annað fyrir þetta kort. Síðan er hægt að gera einföld kökurit sem er gott að nota ef við erum með fáar mælingar. Veljum við súlurit og það er eins og áður að við getum valið hvað er með og hvað er skilið út undan. Við getum valið útlit og mörg skýr og góð útlit hérna og svo eru þetta alltaf hægt að velja. Mjög gott í kökuritum að hafa merki með hana með. Frekar óskýrt að sjá kökuna bara svona. Við sjáum auðvitað að grái liturinn, konun sem vaska upp, er langstærstur en það segir okkur miklu meira að hafa tölurnar með.